Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það held ég nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá erum við núna komin yfir í keiluna. En á línunni er komin Ásgrímur Helgi Einarsson, formaður Keilusamband Íslands. Keilutímabilið heldur betur komið á fullt skrið og já, það var meðal annars bara stórt meistaramót í Noregi haldið núna helgina þar sem við áttum, já, flott karlalandslið. Heill og sæll Ásgrímur. Blessaður og sæll. Herðu, það má segja að, já, Íslendingar, landslið okkar, þeir byrja bara ágætlega það ekki á svona, já, fyrsta stórmóti hausins. Jú, þetta gekk bara mjög vel hérna í Noregi, sko. Og náðum þarna manni inn í 5. sæti mótsins. Þetta mót sem er á Evróputúrnum og mótum þar þeim er ræðan í styrkleikaflokka og þetta mót er að vísu í lægsta styrkleikaflokki á hérna túrnum, en engu að síður frábær árangur að Jón Inga að ná þarna í 5. sæti og fleiri strákum úr liðinu, Arnar Davíð og Skúli Freyr sem komist báðir inn í 24 mann og 16 mann úrslit. En hvað voru margir fulltrúar hérna á ferð mættir út? Við fórum með 12 manna hópað út og í rauninni vorum að horfa á þetta sem svona loka undirbúning fyrir áður en við veljum 6 manna hóp sem er að fara heimsmeistaramótinu í nóvember í Las Vegas. Já. Og þetta svona gaf okkur einhverja sýn á stöðu manna og hvað menn eru tilbúinir í það stóra mót. Já, og já, það er væntanlega búið, já, hart barist náttúrulega þessi 6 sæti því að það er alveg hrikalega jafnt á milli svona, má segja, eða ekki, já, okkar helstu keppnismanna. Jú, við hefum orðið mjög svona breiðan hóp þarna stráka í keilunni í dag. Og við sem erum að velja þennan hóp fyrir HM erum í mestu vandræðum með því að velja hópinn. Já. Það eru margir sem koma til greina. Við eigum strák í Bandaríkjunum sem er þar í háskóla á styrk og við eigum Jón Inga sem er að spila í Svíþjóð og Magnús Guðmundsson sem er að spila í Svíþjóð. Og við erum með stráka hérna heima sem hafa verið að spila úti eins og Hafþór Harðarsson sem spilaði á sínum tími í Svíþjóð. Og svo breiðan hópa strákum hérna heima, þannig að þetta er orðið mikið samkeppni sæti í liðinu fyrir svona stórmót eins og HM. Já, og já, Íslandsmóti heima, það er náttúrulega nýhafið, það er það ekki bara, já, einhverja 3-4 umferðir búnar? Já, það er nokkur umferðir búnar og mjög jafnt. Í kalla megin að þar búa verðlingar náttúrulega að því að hafa endurheimt Arnar Davíð Jónsson heim frá Noregi, þar sem hann er búinn að búa senstu ár og spila og æfa og það styrkir liðið þeirra mikið. Já, okkurlega. En já, þó að það sé búið að leggja niður keiluna fyrir norðan, þá eru Þórsarar með eða ekki? Þórsarar eru með og alveg frábært hvað þeir leggja á sig til þess að halda þessu gangandi á sig. Þeir spila sína heimaleiki núna á Akranesi. Og þar leiðandi er við á staðan hjá þeim að þeir bara spila en ekki æfa. Já. Ég minn alltaf algjörlega fáránlegt þegar þú veist að tala íþrótt sem er bæði innan banda ISI og er keppnisíþrótt. Já. Að séu að keyra landsluta á milli einhverjum til þess að keppa og geta ekki eftir neitt af því að aðstæða er ekki í þeirra heima sveitafélagi. Þannig að þeir þurfa bara að æfa sér svona, já, í tölvuleikjum eða svona... Já, ef það myndi nú duga og ef það myndi gera þeim eitthvað gagn. Já. En það gerir ekki. Nei, einmitt. En þarna þeirra sín á hlutin er svo að halda sig gangandi þennan veturinn og vinna og róa því öllum árum að fá aðstöðu á Akureyri aftur. Hefur eitthvað heyrt það? Er eitthvað svona, já, til dæmis, Akureyrarbær búinn að leita til eitthvað eftir aðstoð eða eitthvað svoleiðis eða? Akureyrarbær hefur ekki talað við okkur. Nei.
en það er það kannski frekar þá Akureyrarbær og Þór sem tala saman þessa hluti. Já. Við höfum sendt þau skilaboð til Þórsaranna, Keilusambandið, að við erum boðin og búin að aðstoða og allan hátt sem við getum til að stíga inn í og ef það er eitthvað sem við getum gert til aðstoða og að koma upp aðstöðu því að það er mikil synd að aðstoða sem var þarna fyrir hendi henni hafi ekki verið bara komið fyrir í öðru húsnæði og haldið áfram. Nákvæmlega. En þá aftur hérna á Íslandi, nú eru náttúrulega deildina farnar á stað og hvenær helst spilað núna? Það eru náttúrulega, það er það ekki bara núna, það er ekki mikið úrval, hvað er hægt að keppa í dag? Nei, það er bara salurinn í Eiðisvöll, fínasti salur og allt það, en það er bara allt að fáar brautir fyrir keppskiluna sem við höfum aðgang á þar. Og þarna það sem við þurfum náttúrulega er að fá bara sem við getum kallað íþróttahús í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu sem er ekkert annað en íþróttahús með keilubrautum. Það sem hægt er að stunda íþróttinu sem íþrótt ekki þannig að hún sé bundin bæði einkarekstri og því að vera raunni sem hluti af skemmtistað. Já, nákvæmlega. Og náttúrulega ef maður horfir á árangur keilara eins og hann er í dag núna, okkar íslensku keilara, það má segja að afreksstarfið hjá okkur hefur samt eiginlega aldrei verið virt eins og er núna daginn í dag. Nei, það er rétt og það sem við hjá Klík gerðum að við skiptum kannski upp starfi sambandsins þessum sem snýra daglegum rekstri, mótahaldi og öðru og svo það sem snýra afreksstarfinu réðum inn Theodóra Ólafsdóttir sem er íþróttastjóri sambandsins í dag og svo er Þórarinn Þorbjörnsson framkvæmdastjóri sambandsins og þau eru bæði þarna í hlutastarfi en eru að vinna mjög gott starf og ég held að það að hafa skipt þessu svona upp hafi svona sett áhersluna á afreksstarfið meira heldur en hingað til og svona okkar vitið að þá þarf afreksstarfið að vera í lagi til þess að grasrótarstarfið hafi eitthvað til að horfa til upp á framtíðin að gera. Já, nákvæmlega. Þurfum að hafa gott afreksstarf í gangi þarna í sambandinu og í íþróttinni til að þarna þessi sem eru að æfa unglingar og aðrir hafa eitthvað til að horfa til í framtíðinni. Já, en það er náttúrulega kannski, svona stærsta, náttúrulega það eru stór verkefni framöndina hjá okkur, mikið af stórmótum, en kannski stærsta verkefni ykkar núna, það er kannski einmitt að sjá til þess að við getum haldið áfram þessu flotta starfi með því jafnvel að reyna að komast í aðstöðu þannig að ungt afreksfólk geti æft að ykkur viti hérna heima í Íslandi. Engin spurning og það svo vinna er í gangi. Það er verið að skoða með Reykjavíkurborg hvað hægt er að gera í þessum hlutum og það er vonandi að svo vinna skili sér í nánustu framtíði þannig að við getum farið að bjóða upp á aðstöðu til æfinga sem að hendar. En ef maður horfi til keppnis núna hérna heima fyrir Íslandi, þetta eru alveg ótrúlega rokkandi því að það eru svo margi núna svona, mitt eins og með kallalandslið til dæmis, það er svo mikið keppni þar á milli og það er nú ekki síður að bara kvennamein, það er engin svona einhver sem er bara yfirburða alltaf yfir öllum öðrum í dag. Nei, kvennahópurinn er ekki kannski breiður og kallahópurinn en þar eru alltaf að koma upp á og til stelpur sem að gera tilkall til þess að vera á topnum og það er gaman af því að við séum að senda bæði kalla og kvennalið til Las Vegas. Konurnar unnur sér þáttökur rétt með því að spila frábærlega og senast Evrópumóti og svo tókum við í kallaliðinu tókum þessum að handboltaliðinu á þetta. Það voru tvölið sem frá Evrópu sem hættu við þáttöku á mótinu í Las Vegas og þannig áskotnaðist okkur réttur til að keppa þar. Við náðum ekki þeim árangur á senast Evrópumóti að ná að tryggja okkur þarna inn en
það má segja svo endanum að árangurinn hafi verið nógu góður til að komast inn því að með því að 2 þjóðir hættu við það þá komust við og ég held Austurríkismenn inn á móti. Já. Þannig en það allan mikið framöndinu fyrir þá sem vilja fylgjast, þá það ekki oftast keppt, svona eins og í deildunum hérna heima, það það ekki á mánudags- og þriðjudagskvöldum eða? Það á mánudags- og þriðjudagskvöldum, og það spilað alltaf upp í Egilshöll, byrjar klukkan 7 bæði kvöldin, og svo hinn síðan segða utandeild á miðvikudagskvöldum upp í Egilshöll og það fullt af fyrirtækjum sem tekur þátt og það sem spilað í rauninni einu sinni í mánuði í 4 riðlum. Já. Þannig að þetta mjög að stækka þessu utandeild okkar og fyrirtækjum fjölgar sem að hafa gaman að því að hittast einu sinni í mánuði og keppa við önnur fyrirtæki. Og þið kannski fylgist svona svolítið vel með utadeildinni vegna þess að kannski leynast þarna einhverju keilarar sem hafa ekki komið í sviðsljósið svona á Íslandsmótum. Já, og það eru ófáir sem hafa dottið inn þarna í gegnum sem sagt utadeildina og komið inn í deildirnar og jafnvel heilu liðin hafa komið þaðan. Já, nákvæmlega. Svona í lokinu við sleppir, ég veit að þú ert mikill áhugamaður knattspyrnu. Ég verð að spyrja þig, þú fylgdir ekki landsliðinu eftir á lokamóti í fyrrasumar, ertu byrjar að plana Rússlandsferð? Já, ég fór til Frakklands í fyrra og mjög gaman. Já. Rússlandsferð sennilega ekki á kortinu hjá mér þetta árið. Nei. En ég hlakka mikið til þess að fylgjast með HM næsta sumar. Já, nákvæmlega. En áttur einhvern tíu vona á því að sjá Ísland á HM, svona, þú horfir tilbaka? Nei, veistu, þetta ekki eitthvað sem, ég horfið hvað ég horfði á, 10 ár tilbaka, þá var þetta eitthvað sem mér, var ekki í augsýni á mér. Nei, nákvæmlega. En starfið sem að KSÍ búið að vinna á, alltaf fólk sem þar í kring náttúrulega frábært og það ekki síst í að þakka staðan í dag þessi að við erum komið með lið og í úrslitakeppni HM og búið að byggja von á það frábæra afrek að komast í úrslitakeppni EM. Þitt lið í enska boltanum? Ég er Garðharður United maður. Garðharður United maður, þannig að þú hefur, þú náttúrulega varst í Noregi, þannig að þú náður ekki að fylgjast með stórleik Manchester United Liverpool sem var vist ekki skemmtilegasti leikur í heimi. Nei, og þegar ég mætti vinnuna í morgun þá var með einlega bara óskandi hamingju að hafa sloppið og horta á hann leik. Nákvæmlega, það allan að vanta allan að svona, einmitt. Áskrifar mér ekki, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og það hægt að fylgjast með öllu hjá starfinu ykkar inn á kli.is, ekki satt? Það passar, inn á heimasíðu sambandsins. Já, og menn eru aldrei of seinir til þess að byrja í keilu? Nei, það alveg á tæru og það kannski svona lokapunkturinn í þessu. Sá sem vann þetta mótum helgina gamall jaxl sem að ég man eftir á heimsmeistararmótinu í Rín og held að það er 95 að spila á móti mér. Já, ok. Hann ennþá og hann skaut öllum þessum ungu fyrir rassi helgina í Noregi. Já, nokkuð. Raymond Jensen frá Svíþjóð. Auðvitað, það ekki að spyrja því, þannig að það aldrei að setja rassanglipið að byrja þessu. Það ekki spurning, það hvenær sem Bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir. Sömuleiðis, takk fyrir. Já, og það má kannski benda á það ef að, ykkur þarna úti hefur áhuga að því að fá kynningu á keilu. Þá náttúrulega hægt að leita til Keilusamband Íslands og þau geta komið kennslu fyrir börnin samar hvað búið á landinu og það að gera bara leita til þeirra. En nú keiluna í byrði, við ætlum að halda áfram í öðrum íþróttum og það náttúrulega, körfubolti og fleira til í sportpakka kvöldsins. Farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Dýraríkið hefur opnað